ofurmannlegu hlustendur. Við erum velkonir í 2 á toppinn, þar sem að Tóti enn og aftur, eða enn þá öllu heldur, í sumarfrí. Þannig að ég og Drævar hér einn. Í dag ætlum við að taka fyrir Superman 2025. Eftir engan annan en James Gunn. Þetta upphafsstefið í nýjum DC heimi sem James Gunn ber ábyrgð á. Og ég ætla ekki að gera þetta einn því að hjá mér góðu félagi og gamall gestur úr 2 á tónum, Geir Finnsson. Vertu velkomin. Kæra þakkir. Geir, ertu búin að afmjúta mig gottur? Já, ég búin að afmjúta þig. Það að heyrast þér. Þú hérna, náttúrulega hefur komið 2 ára áður. Þú hérna, gervigreinda sérfræðingur og enskukennari og ég veit ekki hvað og hvað. Já, ég veit það svo sem ekki heldur, sko. Ég bara alls konar, sko. Ég reynir bara að vera bara góður maður. Ofurmaður, nei, ég ætla ekki að fara. Þú ert góður maður. Ef við ekki bara vinda okkur strax í þetta. Ég byrja að þakka Rekus kærlega fyrir að skjóta yfir okkur skjólshúsi og hvet alla til þess að kynna sér. Farin á www.rekus.is. Þetta ótrúleg aðstæða fyrir vinnuaðstæða sem að Rekus býður upp á út land allt og út allan heim og hvort sem fyrir hópa eða fyrirtæki eða einstaklinga. Að því sögðu skulum við vinda okkur í þetta. Geir Finnsson, Superman. Við erum að tala að í upphæði myndar, ég fer aðeins yfir myndin og ég minni hlustendur á sem mögulega hafa áhyggjur af spillum að við munum ræða myndina hér eftir hispuslaust. Það verða spillar, kannski ekki beint akkurat núna en þeir eru einhvernleginu. Við ætlum að ræða þetta eins og þau eru náttúrulega báðu búin að sjá myndina. Í Superman Clark Kent búinn að vera Superman í 3 ár og hann ekki svo eini sem einhvers konar ofurmenni, heldur fullt af þeim. Þetta fáum við að vita strax í upphafi myndarinnar og í myndinni þá hann nýbúinn að stoppa einhvers konar stríð á milli Boravíu og Jara, manstu hvað hitt? Eftir ég leggja það minni voru þetta ekki þetta var stríð á milli Jarandu þetta var milli Rússland / Ísraels og Úkraínu / Palestínu í rauninni og David Corenswet sem einhver maður sem ég hef aldrei heyrt maður, hann leikur Superman og Nicholas Hoult sem að kannski fleiri kannast við sem hefur leikið í alls konar atriðum, alls konar myndum Bátaboy og sem náttúrulega bara stórleikur þegar hann 12 ára eitthvað og náttúrulega svo líka í leikið X-Men myndunum og Mad Max náttúrulega. Hann leikur Lex Luthor, Rachel Brosnahan, Lois Lane og þetta hann sjá aðeins léttari útgáfu, augljóslega miklu léttari útgáfu af Superman heldur en Zack Snyder bauð okkur upp á margar ára skeið í Man of Steel. Hann fekk bara að gera eina Superman mynd, það ekki rétt með það? Jú, fekk bara að gera eina Superman mynd en svo náttúrulega gerða líka svo náttúrulega Batman vs Superman og svo Justice League Batman vs Superman, þannig að hefur hann gert alveg 3 bíómyndir með Superman einmitt, akkurat. Hvað Geir, bara árun að við byrjum að ræða sjálfa myndina einmitt og í þessari mynd þá sem sagt Superman búin að vera að störfum í 3 ár og hann kemur við fyrir þetta stríð sem hann mjög umdeilt og hann í fyrsta sinn í upphæði myndar búin að tapa sem sagt fyrstu orðstunni sinni. Þannig að þetta fer allt mjög vel stað, þetta góð byrjun, þetta var mjög skemmtilega alltaf 3 og 3 seconds ago skemmtilegur húmor í því og svo 3 minutes ago allt inn og svo það bara allir jarðar En Geir, ef ég var ekki með svo mikið athyglisbrest þá hefði ég spurt það sem ég ætlaði að spyrja Fórstu með einhverja væntingar inn í þessa mynd, varstu spenntur? Já, ég meina Ertu mikill aðdáandi Superman? Ég alveg ágætur aðdáandi Superman þú veist las einhverjar myndasögur ég var krakki og horfði á svo teiknimyndir þú veist, ég svona 90s barn og náttúrulega hafði mjög gaman að ég var mikill aðdáandi Smallville þáttana
þeir gerðu mig sérstaklega mikið að aðdánda Superman, ég var meiri svona Batman og Marvel gæi sko, ég var líka mikill Smallville maður og gaman svona þú veist það var svona sérstaklega gegnum Smallville sem að maður svona verður í rauninni einhvers konar svona Superman aðdánd og fer og setur svona aðeins meira inn í það allt saman og þá náttúrulega út og eftir að hafa hort á Smallville miljónsunum þá byrjaði ég að horfa á allar eldri Superman myndirnar aftur með svona með nýju sjónarhorni og svona þannig að ég í stuttumáli geta alveg sagt að ég svona temmilegur svona áhuga maður sko. Þannig að þú tókst líka gömlegu myndina með Christopher Reeves Já. Og hvernig eru þær? Ég er svo langt sem ég horfði á það þegar ég var lítill var náttúrulega mikill aðdáandi og fyrir mér var Christopher Reeves sem var maðurinn var alltaf í hjólastólum hann náttúrulega í Smallville þáttunum hann mætir í hjólastól og bara mjög svona gaman hvernig þau svona og náttúrulega líka að þegar hann lendir í svo hræðilega slisi og Martha Kent líka sem að leikur móður Clark Kent í Smallville hún náttúrulega hún leik Lana Lang hvort það var nákvæmlega það hlutverk allavega í fyrstu myndinni akkurat og gaman svona að fá hvernig þau ná einhvern veginn að svona það er alltaf að vera heiðra sko eldri Superman leikar einhvern veginn öllu svona alls konar svona hlutverkum og náttúrulega líka í þessari mynd sem við fara að tala eftir en að þá náttúrulega svona maður sá okkur að fréttum að það væri að fjölskylda sko Christopher Reeve þá þurfti að sko þau vildi alltaf fá þeirra blessun yfir að gera hitt á þetta og þau bara kunum að með þetta en það er alltaf í góðu sko við geta alveg bara gert eitthvað nýju Superman mynd sko það er náttúrulega komið svolítið síðan að Christopher Reeve ég held ég að kalla hann Reeves komið svolítið síðan að hann náttúrulega yfirgaf þennan heim og þetta er náttúrulega búin að vera Superman heimur þetta er náttúrulega aðalmaðurinn þetta er náttúrulega bara fyrsta óðurhetja í heimi þess vegna er hann svona fáralega frægur löngu áður Stan Lee var farin að teikna kóngulóarmanninn og alla sína gæja þá var Superman orðin óðurhetja og hann náttúrulega var líka engin venjuleg óðurhetja Superman hefur líka verið ákveðið svona svar við því bara pólitíska ástandi sem var náttúrulega bara viðlóðandi í heiminum ég meina, við erum að tala í kringum heimstyrjöld og kaldastríð og fleira sem að heimurinn bara ákveðnum stað þar sem að það bara skiptir fólk með miklu máli að hafa svona einhvers konar táttgerving réttlætið og frelsi og svo framvegis og ég meina sem náttúrulega bara Superman einmitt, akkurat í þessari mynd ég meina maður fær strax á tilfinningu að það er einhvern veginn, það er búið að leggja allt upp James Gunn talaði það að við þyrftum ekki eftir að sjá hvað eitthvað 3 atriði í kvikmyndasögunni það væri Superman að koma til sem barn til jarðarinnar það væri Peter Parker að vera bitinn af kónguló og manstu 3 atriða? Ég man ekki 3 atriða það er að hann einhverju atriði sem hún finnst bara að vera klár, það er náttúrulega sjálfsögðu Bruce Wayne að missa foreldra sína það eru öll svona perlufestin að svona detta á jörðina þetta er aðrið sem við þurfum ekki að sjá algjörlega og það er alveg svona mjög sterkt statement að byrja þessa mynd á bara heyrðu bara kemur bara í texta hann kemur frá plánunni Krypton þetta er foreldrar hans nú byrja myndin og bæði hann var að tapa bara fyrir beintið fyrstu orðsynni algjörlega og það er líka svolítið svona og er líka til marks þá mynd og þá útgáfa af Superman sem að James Gunn vildi svona sína okkur ég meina við hingað til hefur náttúrulega Superman eðli málsins samkvæmt verið eiginlega bara óstöðvandi og flekklaus ég hef bara löngu veltið fyrir mig hvort sé bara hægt að gera alveglega mynd þessa personu af því að hann er óstöðandi það virkaði í Smallville út af þarna var hann greinlega mjög, mjög öflugur en hann er úlingur og er ennþá svona uppgöta sjálfan sig og læra á sjálfan sig og það er allt morandi í kryptonítinu sem náttúrulega er veikleiki Superman og þá keypti maður það en ég mitt í Superman myndun þannig að er hann bara orðin Superman og kann á sig og einmitt og svo voru líka saksnæðina mynda svo rosalega þungar mikil áhersla lögð á hvað þetta væri mikil byrði á honum að vera Superman ég meina
og þú veist, ég er með smá svona tilgátur í kringum allt þetta, þú veist að þetta hefur verið bara mjög vinsælt sko held ég bara í svona á síðsliðnum árum og áratugum kannski, þú veist að taka svona einhverjar svona personur sem voru skapaðar á tímum þar sem heimurinn er bara á ömurlegum stað, þú veist og búa til, þú veist, ég meina það eins og segið, þú veist, þegar Superman var búinn til þá bara þurfti heimurinn á einhver, þú veist, sögur bíómyndir sem voru gefnar út og sögur gefnar út voru bara byrjun seinni heimsstyrjaldar alveg og upp úr því skiljum Nei, eftir og í gegnum þú veist kalda styrju fleira þú veist ég meina þá náttúrulega tekur eftir að sögur það er bara já og hið góða sigrar hið illa og þú veist og hérna hið illa kemst alls ekkert upp með neitt og bara svona þetta er svona sögur sem fólk þurfti svolítið að heyra sko en núna þegar við lifum á tímum höfum verið að lifa á tímum velmögunar sko og allt friði og svona þannig sko að þá náttúrulega, þú veist, held ég vinsætla að fólk sækist frekar í svona nei, hið illa, þú veist áalveg séns og hérna og það við viljum sjá brestina í góðu köllunum og það sem þú ert í raun að segja er að ástæðan fyrir að Superman er með comeback núna þegar við segjum að þessi myndir vera ákveðlega vinsæl og ég meina að, þú veist James Gunn er nú frekar þekktur fyrir að vera svona léttur og svona það að segja þessu út af því pólitískum vendingum í heiminum ja? Er þetta eitthvað svona svar við því? Ég meina, hann er alltaf mikið debatt náttúrulega þessa myndi, við erum ekki að tala myndina sjálf en bara þú veist, James Gunn lét út úr sér eða mist út úr sér eða eitthvað hann væri innflytjandi og það er mjög margir gamli sem að leka hann á 10. áratugnum í þættinum með Terry Hatcher sem var í Desperate Housewives og er algjör maka gæi í dag sko Já, er hann algjör maka gæi Ég skilst það hann elski Trumpin sinn sko Hann talaði að þetta myndi mjögulega yðurleika fyrir myndinni sko Já, einmitt og það er náttúrulega og við náttúrulega lifum á þeim tímum þar sem að þú veist, það má ekki vera sko únsa af fjölbreytni að sjá í neinum sögum á þess að það sé greinlega búið að yðurleika allt út að það er woke og það er bara eitthvað það er umræða út af fyrir sig en ég svona meira að hugsa sko þú veist allavega þú veist á þegar Zack Snyder var að gera þú veist Superman og fleira sko þannig að það er bara mikið svona eftirspurn myndi ég segja sko eftir því að sjá svona þessi nýju take á þú veist hei við viljum sjá brestinu við viljum sjá skuggan við viljum sjá þú veist að þetta ágætandi að enda vel og allt svoleiðis og svona fólk var svolítið að kalla eftir því held ég og ég held að Zack Snyder var alveg þú veist riding that wave sko en mér fannst hann bara ekkert gera það mjög vel persónulega, þú veist, hann gerði bara myndir sem litu fáránlega vel út, þú veist, rosalega fallegar myndir og myrkrið alveg rosalega, en bara mér fannst hann ekki ná að þú veist, og það verið gegnum þessa bresti sem að reynda að búa til svona nýja útgáfa af Superman, sko, en mér fannst hann bara ekki takast það nógu vel og ég man ekkert eftir þeim myndum sko, ég man ekki neitt ég man bara, ég Man of Steel og bara dói allir og Superman var bara drullu saman sko, hann bara drap alla líka Já, hann náttúrulega missir vitaðan í lokin og svo er mitt alveg, veist, það er rosalega skaði og náttúrulega og bara mjög vel gert að þessi Batman vs Superman, þá náttúrulega Superman, já þá náttúrulega, þú veist, hún fjallar afleiðingar af þeim gjörðum, þú veist, það sem að hérna heyrðu bara fullt af fólki dó og fullt af skemmtum og það var þína ábyrgð, þú veist, það er svona Batman brjálaðir, þú veist, og allt þetta skiljur, þannig að þetta meikar alveg sens að mörgu leyti en já, þú veist, ef við byrjum saman við síðan bara þessa mynd, þú veist, ég meina, það er öðruvísi tótslegin henni, ég menn hún er hérna léttari, vissulega með mjög þungum undir tónum, sko. Býtu, hvað gerist aftur í myndinu? Ég menna, þú veist, hún byrjar hann tapar þessari fyrstu orustu og er á Suðurskautslandinu og hann hittir róbandana sína, er hann með eitthvað ísvirki Krypton Fortress of Solitude hundurinn Krypton kemur úr bjargarunum það er ofurhetju hundur hann er ofurhetju hundur ég meina bara það slæðir náttúrulega ákveðin tón ég meina slæðir ákveðin tón til að hérna, hann mjög meðvitað gerir þetta svona, hann þorir að gera sko, svona myndasugumynd ég meina hing alveg frá 10. áratug síðustu aldar þegar svona ofurhetju myndir eru að byrja að verða eitthvað sem er ekki bara drasl og þá hérna, er mjög móðins og svona vinsælt að reyna svona þú veist, að reyna að gera þær raunverulegar þú veist, að reyna svona ekki að gera þær of svona myndasögu, svona goofy sko en hann fer alla leið sko út af það er alveg fara að verða, þú veist, Marvel myndirnar hafa svona gert það verkum að það sé bara allt í lagi að gera það núna sko. Já, ég meina einmitt og kannski mjög sterkt líka að establisha strax sko að hérna, það eru fleiri eins og Superman og hann er ekkert spes, skilur þannig að segja, þú veist, það er kannski
þú veist, það hvernig hann er náttúrulega langöflugastur en þú veist, hann er ekkert það, þú veist, það er einhvern veginn smá dreigi úr því hvað hann er ógeðslega öflugur strax í byrjun sko. Já, og ég var að hugsa það á hann sko. Ég meina, mér finnst það þú veist, þetta hjálpar svona mikið, menn þetta náttúrulega fyrsta myndin í nýjum svona Cinematic Universe svona mitt kvikmyndaheimi, þú veist, það sem að nú bara frábært, vinnur út og næstu 20 árum bara GC myndum. Já, það bara hljómar áhugavert og gaman að, svona væri gaman ef Marvel fengi almennilega samkeppni, sko, minnst það bara hljóma vel, og bara gangið þið vel með það, en ég meina þá er ákveðin tótslegin hana, bara heyrðu ok, þú veist, við ætlum að, þú veist, þá bara erum við búin að segja, bara heyrðu, nú bara síðustu 3 aldir er bara mannkynni búið að vita því að það eru svona alls konar furðuverur til og eitthvað. 300 ár, það er rosalega langur tími. Ég hugsaði smá í byrjun myndar, ég var bara, vá, af hverju 300 ár, af hverju ekki bara 100 ára, þetta er mjög svona obskjúr. Ég meina, þetta býður upp á það að nú er hægt að segja, nú er þetta að gera alls konar myndir, þú veist, sem gerast á alls konar tímum, þetta við svona býr til mikið rými fyrir þau, en þú veist, maður er samt, þú veist, ég komst bara að því þegar þetta gerðist, ég fann það brá mér, já ok, þú veist, maður samt ekki ákveðin sökkar fyrir að, þú veist, að fá að upplifa þetta, þú veist, út frá sjónarhóli persóna sjá bara, what, býtu eru geimverur til? Bara, wow, þú veist, maður var það allavega ekkert að þessu kemur Hollywood greinilega búið að bara, þú veist Já, ég meina, þú veist, kannski hugsa við erum búin að sjá 1.000.000 myndir það sem er bara eitthvað, what, eru geimverur til? Og fólk með ofurkrafta til? Bara svona, þau kannski hugsa við nennum ekki að sjá það frekar, við nennum ekki að sjá upprunasögu Superman eða Perlufesti á mömmans Batmana, þú veist, þetta og allt þetta, sko. Þannig að, en þú veist, ég vil ekki segja að vera fyrir vonbrigðum, sko, ég meina, mér langar samt svolítið að sjá þú veist, ég er að koma nýr inn í þennan heim núna, þú veist, þetta er nýr heimur sem við erum að fá hérna að sjá og ég var alveg til að sjá svolítið svona viðbröðu fólks við því bara, wow, eru bara þú veist, okkur veitum, ertu með ofurkraft eru þeir til, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, ég er á bámáttum Ég er bara að reyna að rifja hvað gerir svo í þessari mynd, ég meina þeir hann á auðvitað eitthvað róbóta sem hann kallar 1 og 2 og 3 og 4 af eitthvað þeir hjálpa honum og setja hann undir sólina og hann lagfæri sig svo mætir hann bara hvað í vinnuna og hann á bara kærustu kemur ljós og þau er í mjög dýp samræðum og það tók mjög stóran hluta í rauninu myndinu svona, þeirra samræðum, hún tekur eitthvað viðtal við hann Já, þetta viðtal tók alveg, þetta var alveg svona ég fann bara eitthvað svona myndin er ennþá að byrja, þú veist, maður bara ok, nice, það er alls konar að gerast og jú, maður fekk hana hasar og alls konar en svo bara, mér fannst þetta svolítið svona stoppa myndina svolítið, sko, í aðeins svo langan tíma, það er bara veist, þetta var alveg gott atrið, sko en á svona tíma, veist, þetta var gott atrið Var ekki ákveðin kemistri eða? Góð kemistri, mér finnst þú leika þetta mjög vel en á sama tíma var ég bara svona mér langar ekki að sjá þetta atrið á sama tíma, mér langar allavega ekki strax, ég veit það ekki, sko það er svona, mér fannst þetta eitthvað breyta svolítið svona peysinu svolítið í myndinni en já, ég veit ekki Já, einmitt, býtu og svo einmitt komstu að því að hvað, Lex Luthor hann í rauninu fer á meðan kemst inn í virkið hjá Superman kemst inn í virkið, fokkarið upp ásakið orðbræðið, þú bípa mjút bara en og bara eyðilgu það og stelur þarna myndefninu af blóðfóreldurum Superman og einmitt, það er Bradley Cooper og hann mættur Bradley Cooper og ég held sko að móðir Superman væri sko Lady Gaga sko ég held að þetta var þú veist, það var mjög líka henni sko en svo komur þessi drönur líkuna en það hefði verið geðveikt tækifæri til að hafa smá cameo frá hvað heit aftur myndin með þeim Star is Born Star is Born I'm in the deep end en þú veist það er já, allavega þá svona já, það leiði til sem að sér það að svona plottið í myndinni er greinlega að þú veist, Lex Luthor, hann hatar Superman og það sem hann stendur fyrir bara eins og karakterinn bara gerir í myndasögunum og hann átti mikið í því að Boravia geti ráðist inn í Yara Varambur það ekki það eitthvað, jú, segjum það bara sko. Já, og greinlega þú veist, en svona í heildina liti þá er þetta snýst þá það að hann, þú veist, hann gerir hvað hann getur og hefur greinlega vanda mjög til verka og lagt mikið
Jarambur, það var rétt hjá okkur Jarambur, já. en hérna það var lagt mikið í að, þú veist, að gera svona hérna, að, þú veist, að reyna að draga úr Superman, að láta fólk hata hann já, og við sjáum að hann sá sem að stýrir þessum Titan of Boravia sem að fer og hérna ræðst á Superman, svo svona skemmtilegt hérna svona falsfrétta fílingur í þessu þegar forseti Boravia bara, ég veit ekkert hver þetta hann ekki á okkar ábyrgð skilur, en svo náttúrulega þetta á þeirra ábyrgð og það kemur ljósa en svo náttúrulega kemur það í ljós og við náttúrulega, við föttum það ekki að hann er þessi maður sem að hét hvað hét hann aftur eitthvað, hann hét eitthvað annað hann var í eitthvað svona gráum búning allan tíman svo kemur náttúrulega í ljós í lókmyndarna þetta klón af Superman og þannig komst hann inn í þetta virki akkurat það var, ég meina, þú veist, að hafa klón á Superman, ég meina þú veist, það er svona gömul Superman saga að hérna hafa sérst að sonur Superman sér inni hálfur klóni af Superman og hálfur klóni af Lex Luthor sko, og ég held að þau voru að fara þangað en nei, þetta var bara klóni, það var bara ok það var einmitt, það er einmitt að þegar sko myndasögurnar Superman geta verið alveg helviti hressandi sko, ég til dæmis eina mínum uppáhalds eina teiknimyndasaga sem ég á Superman heitir nú ekki The Red Sun Jú, það sem hann er hérna alternate sem hann í rauninni lendir í Sovjetríkjunum en ekki í Bandaríkjunum sko, það er mjög skemmtilegt sko og verður eitthvað svona algjör herra fyrir Sovjetríkin en nei, en óháð því, það var mjög skemmtilegt að þegar hann fær náttúrulega þessi skilabóð og í rauninni sýnir öllum heiminum skilabóðin sem að foreldrar hans töluðum að bara þeir alltaf, mér fannst það mjög skemmtilegt tvist og mjög gott líka sko að þetta var ekki svona, þú veist, ef þetta verið eitthvað svona viljum og það vík, eitthvað svona smóluð þáttur til dæmis þá hefði, þú veist, þá myndi koma í ljós að nei, þau voru bara falsa skilabóðin, þetta er ekki rétt en mér finnst alveg gott að vera bara, nei, þetta er rétt já, einmitt, akkurat ég veldi svona smá fyrir mér einmitt, svona eftir myndina hversu miklu áfalli Clark Kent var í sko einmitt. Eftir þetta, svona mér svona, hann var alveg í áfalli ekki, hann alltaf gefur sér fram þetta gerir svo satt, hann gefur sér fram og hann missir týnur hundinu og hann einmitt að reyna að leita hundinum einmitt en mér svona kannski ekki alveg fara mikið púður í en ég kannski byggðum hérna Zack Snyder realism eða eitthvað, ég veit ekki en það var ekki mikið púður í hann að svona sirkja ímynd fórhaldis ekki mikið en þó alveg eitthvað, ég menna þegar hann, þú veist þegar hann lendir hann í á bóndabæðinum hjá fórhaldri sínum að þá náttúrulega, þú veist, er hann nánast meðvitundarlaus og er alveg bara fer strax að, þú veist, og er alveg bara og þetta er honum ofalega huga, þú veist, að hann sé skilabóðin sem hafi veitt honum mikla hlýju og stuðla því hver hann væri, þú veist, að þau væru bara byggð á hann, allt í einu eru þau byggt á okkur allt öðru hann ekki helt og þetta náttúrulega leiðir til þess að Jonathan Kent, pappans á þetta hugulega og uppbyggilega samtal við hann morgunin eftir já, þegar hann er sloppin út úr þessum pocket heimi og þýrlu hvað þær sinnur allar þegar hann er í búrinu og hann er með gæja með kryptonítinu það var líka svolítið svona það var eins gott að sá gæja sá umur á honum sko ef hann hefði ekki séð umur á honum hefði bara haldið sér við þetta þá hefði allt planið og Lex Luthor gengið upp sko já, ég meina, þú veist, fólk gagnrýnir þetta sko, alveg, ég maður sé það að þau svona, þeim finnst þetta að vera pínu svona mörg já, svona ýmsum finnst bara pínu svona þund plott, bara vá, ok, þú fekst bara eitthvað gæi alltaf vera með kryptonít hann haldandi yfir honum, þú veist, og margar leiðir fyrir þetta alltaf að missetnast, þú ert búin að handsama Superman, þú veist, þetta er bara, þú færð ekki þetta tækifæri alltaf ég líka elska þegar Lex Luthor sagði myndinu mitt ég ætla að koma aftur á morgun já. Og ég, okay. hver veit nema ég komi með þannig Clark Kent hana, þú veist eitthvað en samt, þú veist, eftir ekki mér fannst þetta alveg áhugavert sko, þú veist, það kemur fram að það er varla kryptonít að finna lengur einmitt þannig að þess vegna, þú veist, reiðir hann sig á þennan gæja sem getur bara búið til að breyst í hvaða efni sem er og þú veist, þannig að það minnst þetta alveg mega sens og minnst þetta bara búið til mjög svona flotta svona tilfinningulega vikt sko yfir öllu, þetta var þannig að í þessum hliðstæða veruleika sem hann bjóð til, þá var þetta alveg svona ýmislegt gott í þessu, þannig að sýndi okkur svolítið hver Lex Luthor er líka sko, hvað hann er tilbúin til að ganga ógeðslega langt til að ná sínu einmitt, það er sérstaklega
Mr. hvað hérna, Mr. Fantastic hvað hérna Mr. hérna hvað hérna Já, byrju, hvernig er þetta að tala um? Mr. sem að hjálpaði Lois Lane að komast hann inn í Pocket Universe sko. Já, Mr. Já, hvað hérna aftur? Maður er alveg ekkert eðla gott sko. Mr. Terrific Já, Mr. Terrific, já, alveg rétt það var hann bara, þú veist, þú myndir gera þetta er stór hættilegt, okkur myndir gera þetta er fucking heimskulegt Einmitt, já. þannig að það er heldur, já, og svo að þú varst að tala um það sem, hérna, að þegar svo náttúrulega fer hann þegar þau bjargunum þá fara þau heim til Kansas heim til fóreldrans þú varst að tala um það, Jonathan Kent, pappans Mér finnst það gaman, sko, Jonathan Kent hefur alltaf svona í gegnum allar þessar mismandi útgáfar og Superman myndum og myndasögum og fleira sko. Hann hefur alltaf verið ótrúlega svona stabíl fyrirmynd og alvöru þú veist, föður ímynd þú veist, bara algjör klettur þú veist, og svo leikinn á myndalöfumönnum líka leikinn af bara mjög fjallmyndalöfumönnum Kevin Costner meðal annars í Man of Steel og gæði náttúrulega sem mann ekki var hétt sem leika hann í Smallville líka þú veist, bara algjör höng sko. Mást ekki þannig hann dó í hverjulpillum í Man of Steel og rétt upp höndina bye. Superman hefði getað bergað honum en algjörlega það hann að gera ekki það var rosalegt sko. Persónu þróun sko. Það var svona gott, þetta var alveg svona mjög gott svona Jonathan Kent atriða sem hann ræðir þetta í gegnum hann, þú veist, bara svona þú veist, þessi skilabóð frá blóðfóruldurum hans voru náttúrulega veitunum miklu hugarangri og þau náttúrulega, þú veist, hann er gott að ræða þessi gegnum og þetta náttúrulega leiðir til þess að þegar myndin endar að þá vill hann fá skilabóðum frá fóruldu sínum og þá kemur í ljósa að núna veist, færa hann þú veist, myndefni frá bara sinni eigin æsku frá þeim fóröldu sem hóla hann upp og tölum aðeins endilega Martha og Jonathan Kent í þessari mynd þau eru alltaf öðruvísi heldur en við séð áður aftur þú nefnir að hann var algjör hönk og, og hún algjör skvísaði við litt sko, það er eins og James Gunn hafa bara farið til Kansas og valið 2 bændur bara valdi bara alvöru hillbillies bara alvöru hörd bara heyri þú, hvað er þú búin að vera á Akranum í 40-50 ár, hvað er þú líka hérna mitt, já bara, og þau bara mættu og stóðu svona blíkt og mér fannst þetta sko mér fannst þetta skemmtilegt sko. mér fannst þetta bara mjög vel valið bara aðeins að þú veist, einmitt hvernig hann er einhvern veginn mér finnst hann bæðið mitt að því hann er að gera Superman, þú veist, ég menna þetta er miklu léttari mynd þetta er miklu meiri Marvel-esk mynd skilur heldur en þú veist miklu eins og DC var að reyna sko og hérna en á sama tíma er hann samt svona jarðtingjan sko þú veist hann er með þetta bara hérna er bara basic fólk eitt sem ég spáði af hverju var hann ekki með sama hrein ég ætlaði að segja þetta sko ég meina það er eina sem að kemur mér einhvern veginn úr þessu sko ég meina og kannski er þú veist hægt að leika sem þetta í næstu Superman mynd að hérna að þú veist, bara spyrja að einhver velti þessu fyrir sér, kannski Lois Lane eitthvað og segja bara, þú veist, ég menn af hverju talar þú eins og, þú veist, hérna bara einfættur Washington búi, skilur á móti því að þú ert alnöpur hillbilly Arthur Bell og svona, og kannski er það þá raunveruleg reymur hana sem hann er bara að bæla niður það væri ógeðslega fyndið, sko Svo náttúrulega gleymum við að einn bara besti vinur Superman sem að gaf hann að borða hann var náttúrulega bara skotinn það var rosalegt það var rosalegt ég bjóðst ekki við í svona James Gunn ég bjóðst alls ekki við þetta ég meina, sko, ef við hugsaum að þessum James Gunn ég meina, þú veist, hann gerir þessar myndir sínar, þú veist, með Guardians of the Galaxy og náttúrulega Suicide Squad og alls konar og ég meina hann skrifaði Scooby-Doo líka þú veist ég meina það er þannig, hann gerir það já, hann er á bak við Scooby-Doo myndirnar sko en hérna leikstýrði ekki en skrifaði allavega þú veist og jú, maður hugsaði fyrst og næst að svona fyndnar og kjánulegar og svona en það er alveg mjög mikill alvarleik inn á milli sko hann er góður í sko hann náttúrulega hefur mjög mikið svona sinn stíl ég meina maður sá hann meðal annars í aðrænina sem að Mr. Terrific og Lois Lane fara að leita að Superman fara í hennan pocket heim og lenda hann á þessar strönd og hann setur svona skjölduður um hana og svo er hann að berjast allar sko og það var svona 5 myndar og ég leið bara sem ég var að horfa á Guardians of the Galaxy sko. Já, mitt á byrja þetta var ég leið bara datt svolítið út í það tíma sko, ég var bara mjög meðvitað það ég var að horfa á James Gunn minn sko. Já, einmitt, það var það ekki það Jú, og ég meina þú veist og við höfum svo sem alveg rætt þetta að einhverju liti áður en ég meina þú veist bara með James Gunn sko. hann er, ég held að við getum alveg verið samlega hann er mjög fær í sínu færi mjög góður
Ég meina, er handriðsöfundur þetta ekki- frábær leikstjóri og bara hefur bara ekki gert slæma mynd held ég sko og bara en á sama tíma þá svona þú veist, maður veltri fyrir sig bara með, þú veist, ég meina þú veist, þetta James Gunn stílbragð sko, þú veist, ég meina manni finnst á sama tíma núna þegar maður er búin að horfa á x margar myndir eftir hann sko, þær eru svona Já, þetta kemur kannski inn á það sem að mér finnst þú veist, þessa mynd þetta er alls ekki slæm mynd, þú veist, og við erum ekki sem farin að ræða Boravíu, twistplottið og gælu, heitu gæluna sem að hafði ógeðslega mikið áhuga sem ljóta manni sem hafði engan áhuga á henni, það var ógeðslega fyndið, það var fyndið sko. það var fyndið plott, ég skildi þess að ekki alveg bara hvað kom þetta, allt í einhverja baby, can we hang, og ég var svona happytu akkur, og það átti að vera brandar líka og ég var eitthvað svona happytu akkur, þú veist James Gunn hafi verið bara, ég þekk eitthvað sem er ljótur og það, eða þú veist, ég segi svona hann er ekki ljótur, en það átti að vera eitthvað svona, einmitt, en það var átti samt að vera eitthvað svona, mér fannst að vera einhver punktur í þessu djóki, sko, mér finnst þetta var fyndið, og þessar selfie sem þau notuðu svo til þess að raða sama púslunum það sem Lex Luthor hafi gert sko. Það var eiginlega, það var svona pínu svona, það var steikt sko, mér finnst það gott en á saman tíma frekar steikt sko. Já, það var steikt sko. Frekar, en mér finnst það alveg skemmtilegt sko, ég fyrirgáðaleg skilur, og ég einmitt, og svo svona, þú veist, einmitt þessi loka partæða sem hann er að berjast við klónin sinn og svona mér finnst það svona, mér finnst það gerði ekkert eitthvað geðveikt mikið fyrir mig sko, skilur, mér finnst þetta ekkert eitthvað svona, þú veist þetta var svona, smá went out with a wimp eða svona, skilur hvað eða þú veist, ég veit ekki, ég var ekkert alveg bara on the edge of my seat þarna sko, í lokaðrinu sko. Ég bjóst aldrei við að hann var að fara að tapa neinu og þú veist, svo náttúrulega var þessi heimur, þessi vitt var eitthvað neina, þú veist ég veit ekki. Maður var alltaf að gleyma því að það var að gerast og bara, já, einmitt, það er heimurinn ennþá dett í sundur. Já, alveg rétt. Veist, og svo, þetta var sko, þetta var áhugavert, ég meina, mér fannst sko, ég meina, við var á sýningu sem að, það var hlé. Já, það var alltaf hlé. Það var hlé og svo, þú veist, mér fann alveg bara svona, þú veist, í fyrra hlé, þá var ég bara svona, já, þetta er mynd, þú veist, maður svona meldt hana, en mér fannst sko myndin, sko, þegar maður segna helmingur af myndin, mér fannst hann vera í rauninni betri, sko. Mér fannst hann svona þá... Já, fannst það, já. Ég naut mín einhvern veginn betur þá, sko, og kannski var það bara það að var út í hlið eitthvað, ég veit ekki, en þú veist, það gerðist margt og ég fílaði það og það var alls konar fyndið og var alls konar alvarlegt og flott og svona. En svo bara þegar maður velti fyrir mig svo bara heildar plottinu í myndinni. Já. Þú veist, ég skilða vel að þetta er fyrsta myndin, þú veist, og í svona fyrstu Superman myndinni til dæmis og fyrstu myndin af þessum kaliber, af þessum nýja heimi, sko, þá sé mjög eðlilegt að þetta sé, þú veist, Superman á móti Lex Luthor. Og ef við ætlum að gera Lex Luthor að óvinnum, þá er auðvitað ekki hægt að berjast við hann, en það þarf að berjast við það sem hann, þú veist, lætur af sér, eins og hann gerir hann að klóna og hann og það þarf að berjast við þessa slæmu ímynd sem hann er búin að skapa á Superman og það er svona alls konar svoleiðis en út af fyrir sig þá fannst mér svona plottið svona kannski smá reiki sko, þú veist, ég skil hvað voru að gera þetta og mjög góð ákvörðun að gera þetta en svona á sama tíma var maður bara svona ég er að fylgja myndinu mjög vel, þetta er geðvitt en hvað er myndin samt Já, þú veist ég get ekki alveg, ég get ekki sett puttan á þetta, hvað þetta er hjá mér en ég var ekki yfir mig hrifin skilja, þú veist, mér finnst svona ekki sitja eftir þú veist, maður svona horfður á hana bara, já, þú veist mér finnst þetta svolít mynd, þetta er svolít skemmtun og ég meina, þú veist, krakkar sérstaklega börn er að bara fara að elska þessa mynd og það er náttúrulega bara frábært og þú veist, kannski er þetta mitt bara merkjum það að maður er líka bara að vera, þú veist, fullorðna skilur og maður er ekki á gáð og maður var sko, þú veist, 2008 þegar Iron Man kemur út og þú veist, Marvel alla myndirnar eru og Civil War og alla þessar myndir Iron Man kom út, þú veist, ég fór hún í bíó og mér fannst þetta að vera bara það magnaðasta sem ég séð og svo horfum maður á hana setna og bara, þetta er náttúrulega geggjum mynd en já, ég skil, ég var líka markkópur, ég var 100% markkópur þarna á þeim tíma og það er einmitt, og kannski er bara einmitt akkurat en já, alls ekki léleg mynd sko, það er ekki sko. sem ég er að segja og mér fannst líka allt með Justice Gang
ekkert, Nathan Fillion ekkert eðlilega skemmtlur sem Green Lantern og ég hugsa alltaf bara, það maður sem hefur lengi leiði fyrir að hann sé geggjaður leikari, sko, ég meina, og ég sá hann fyrst í Buffy the Vampire Slayer og sín tíma, hann leik, sko, klikkaðan skúrk í 7. seríu og þú veist, og það var alltaf og lengi í staði til að hann myndi, að fólk hefur vilja að hann leiki hinn og þessu hlutverk að hann væri, Nathan Drake í Uncharted myndinni og hann hlæður fullkomin í það, sko en þú veist, finnst hann ekki hafa fengið almennilegt tækifæri bara í öll þessi ár. Nei, það er alveg rétt, en bara komið tíma hann fari bara á stóra skjáin í bara rándýri ofurhetjumynd, bara hann á svo mikið skilið, sko, og auðvitað nelda hlutverkið. Eitt sem ég velti fyrir mig, hvað heldur hvað svona voru þau allt í til í að þau voru svona á bremsunni með, þau voru svona við ekki verið skipt og grafa eitthvað svona alþjóðlegum málum og svo allt í nú mætti þau og hjálpuðu Boravíu ekki Boravíu, heldur Jarampur gegn Boravíu, hvað heldur að hafa fengið þetta að skilja skoða? Jó, eftir þessu mitt, ég átta mig ekki alveg á því. Þetta er svona nördalega greiningin hérna, við erum að nitpicka hérna. Nei, ég ætla að líka, mér finnst líka verðt að nefna, þú ert náttúrulega menntaður alþjóðastjórnmálafræðingur. Já, nefnilega. Þú hefur rétt á því að eiga. Það er ekki mikil realismi í þessu. Það var mjög skemmtilegt hljóð. Nei, veistu það, mér fannst þetta var alveg, mér finnst þetta var mjög gott í sögumyndarinnar, sko, að þetta með, þú veist, bara ok, Superman, hann bara er, þú veist, og í persónusköpununa, ég meina, hann er bara að gera svona tilveru rétt. Hann er mjög svona ákveðið barnalegur, svona ákveðið, skilju, og komið ljós í samtalans við Lois, sem þetta var eiginlega frá þeir eru pælið, þetta viðtal var eiginlega frábært, svona til að stablisa hvað hann væri barnalegur, eða svona smá. Þetta bara sýndi okkur bara, ok, maður skilur, ég meina, hann er bara, þú veist, hann hugsa bara, ef þú hugsa bara, ég er bara vel meinandi maður með þessa ofurkrafta hérna, þú veist, ég get bókstaflega bara, þú veist, á svipstundu komið vekk fyrir stríð. Er það ekki bara æðislegt? Er það ekki bara geðveikt? Hvað hann að vera gamall í myndinu, veitu það? Framheilin þroskast ekki fyrir maður 25 ára. Já, svona skilju, hann er ekki með frontal lobe. Hann held ég alveg svona, ég meina, leikarinn er bara á aldrei okkur, sko, held ég. En sá maður að fara að vera algjör stóðstjarna núna, ekki? Er hann að fara að festast bara í þessu hlutverki? Ég meina, hann stóð sér mjög vel, sko. En mér finnst það samt einhver sigur, góður punktur sem nefndir hana, þú veist, ég meina að þú veist, þetta svolítið svona, þú veist, myndin byrjar á þessu stefi, bara heyrðu, þú veist, eðlilega þú veist, þú ert að fara að skapa rosalega flækjur þó þú haldir að þú meinir vel, sko og ert að stöða stríð og vissulega og bjarga mannslífum, en þú ert að þú veist, þú ert að flækja málin rosalega mikið með þessu, þú veist, og mér fannst það vera gott, en svo allt í henni bara eitthvað, já, en það er samt bara rétt. Já, og kom í rauninni ljós að hann hafði í rauninni 100% rétt fyrir sig samt út af því að svo var forseti Boravíu í slagtögu með Lex Luthor og var í rauninni algjör dýtminn og Lex Luthor ætla að taka helming landinu í Luthoria. Já, algjörlega, og er mögulegt að það hafi verið sem að gert útslagið til þess að Justice Gang reyðsla allu, er það? Já, það getur verið, sko. Við báðir bara síðan sem mynd einu sinni, sko, einmitt, ég man ekki alveg. Þau ykkar sem hlusta á hana þátt, þið eru örugglega búin að sjá þessa mynd 8 eða 9 sinni, sko. Minnst það líklegt. Þið bara vitur örugglega meira um minnst það mjög líklegt, já. En já, hvernig varst það, og þú veist, illmennin og þessi fautar sem að voru, þessi kona sem gætt breytt handleikjanum á sér í alls konar dæmi, það var nú eitt nettatrið sem við hefum ekki talað þegar þau reyna að drepa Superman. Já, reyna að kæfa. Já, það var eiginlega geðveikt. Mér var það geðveikt. Það er alveg hárrétt. Býtur upp í geimin með þau. Og öll þarna í tölvunni, já, hann er 100% að kapna núna, hann er 100% búin að kapna, hann er 100% búin að, mér varst það líka mjög nett, sko. Hann getur ekki andað. Já, svona gaman að mér finnst þetta svona atrið sem ég hef aldrei dottið í huga myndi í þessi stað og mér finnst það bara, þú veist, eins og það eru mörg þannig atrið í þessari mynd sem er svona að hugsa, wow, þetta gerist og þetta er eiginlega, þú veist, þegar með þessi pæli í geir, þú veist, með Superman persóna sem er bara ósigrandi gaur þú gast einlega gert betur en þetta, sko, skilju, James Gunn algjörlega bara levelaði the playing field, skilju, hann var alls ekki ósigrandi í þessari mynd, hann var næstu búin að deyja frekar oft í þessari mynd ég meina, þegar hann er í pocket þarna heiminu þegar hann er þarna, hann þurfa að fljúa allarlega upp í eitthvað gang og það er bara bráð nöðsynlegt, ég meina, allar að gera Superman mynd sem að hefur einhverja vikt og er eitthvað spennandi, þá er ekki nóg að bara kryptonít sé einu veikleikinas það er svo gott að veikleikina sé hann er margþættur, ég meina, hann er bæði það, hann er rosalega öflugur en hann er ekki óstöðandi og hann er líka greinilega, það sem er líka og er mjög mikilvægt og ákveð svona leiðast yfir myndin er hann er mennskur, þú veist, þó hann sé bókstaflega ekki manneski og hann náttúrulega heldur ræðu
þetta við Luthor Váka það var Bara- mjög stakki ekki það sem þú veist ekki að ég er alveg jafn mennskur og þið mjög stakki frábært sko. það var ákveð ég hugsaði mér þarna, þetta er hérna innflytjandi að messa yfir þeir sem eru hræddir við innflytjendur þú veist, ég meina myndin það, fólk var gjörsamlega tilbúið til að gagnrýna myndina fyrirfram fyrir að vera greinilega pólitísk og woke og eitthvað, þú veist, við bara en eins og spænum, við vorum að tala um Superman, ég meina þetta er bara Superman kemur upp hann er bara þetta pólitísk er ofurhetja sem kemur upp hérna hvað eftir sinn heimsstyrjöldina það er allt í rústi þetta er bara svar við pólitísku það var allt í rústi í heiminum eftir einmitt nazismann skilur hann á bara að vera ákveð svona von, þú veist, svona beacon svona viti, skilur vonar viti fyrir fólk og ég meina mér finnst bara verðt að nefna það bara hvort sem er Superman eða þú veist, eða ég ætla nú bara að fara út alla leið, bara ef það er Eurovision eða hvað sem er, ég meina bara pólitík er alltum líkjandi, pólitík er bara hluti af öllu því sem við gerum í lífinu sko, og og eðlilega og það þegar fólk er að gagnrýna til dæmis einhverja bíómynd fyrir að vera pólitísk eða eitthvað, þú veist, þá skilur fólk ekki alveg hvernig en mér finnst bara svo fyndið sko, eins og núna þú veist, eins og þessi mynd sé eitthvað vók eitthvað, þú veist, síðan hvernig var það vóka, þú veist, góði gæðin væri góðu guður, skilur þetta var bara eitthvað sem var bara basic hérna, þú veist, ég búið að vera basic síðustu 50, 60, 70 árin sko. Þú veist, þegar fólk er að gagnrýna eitthvað fyrir að vera woke þá bara gefur það auguleið að það veit ekkert hvað það tala um sko. Þú veist, það er í alvörinni bara það að sé bara sko, ó nei, það er kona sem getur talað í þessari mynd, það er bara alltaf woke, þú veist, það er bara hættið þessu. Það sem fyndið að ég og Dóti hérna byrjuðum með 2 tónum, ég hef ekki getað ímyndið mér að það leikur við, ekki alveg, ég er ekki í öðrum hverjum þætti séum við að tala um eitthvað svona sko. Já, bara mér finnst það geðveikt sko. Vók og hvað er vók og hvað er ekki vók það þarf að tala um þetta sko. ég elska það hvað þarf með podcast til þess en ekki það, ég er ekki en ég er þú veist einn af 4 Íslendingum sem hefur ekki skrifað grein á vísi um vók skilur þannig að ég þú er að fara að dreifa þig ég skil alveg umræðan um vók fyrir sig er ókæðislega leiðilega en þannig að við þurfum ekki að en sko, já, ég nefnilega er eins og hefur komið fram, ég er reynda mjög óskýr með hvað ég er að segja en ég er svona, ég fíla þessa mynd en ég meina, þú veist þetta er frekar óeftirminnileg mynd samt skilju, mér langar ekkert sjálf mikið aftur á hann upp og ég viðurkenni það og mér fannst þessi lokaðri behind the scenes bara, sorry, við þurfum að fara að ræða þetta það þarf að hætta þessu eftir credits, eftir þegar bara textin er að rúlla og myndin er að búin bara þau atrið eiginlega fengum millin sem verður bara svona, herri, James Gunn fuck, bara halló, þú veist ég menn hann fær alveg lof fyrir að hafa gert þetta þú veist, þú erum að gera svona atrið sem skiptingu máli, ég menna þú veist þegar Iron Man kom út til dæmis 2008 og þá bara endkritisatir í það er bara þú veist það er bara Samuel L. Jackson að vera bara eitthvað þú veist já, við þurfum að assemble ég er að fara að búið til Avengers og maður er bara eitthvað what, þú veist, geðveikt en það er alveg líka þú veist en þetta var bara fokkjubutikinn já, stundu kemur hann bara senda okkur fokkjubutikinn ég var rosalega mikið til í að fara heim eftir myndina en svo beið ég og svo kom þetta fyrsta aðri, hann og Kristó, segi ég já, bara að horfa á plóndinu á tunglinu, ok, flott, ok, allt í lagi boring, herru síðast þetta er hann og Mr. Terrific að rífast eitthvað, ekki að rífast heldur bara hann að benda á, er þetta hús ekki skakt? Mér finnst það reynda, sko, þegar ég var að upplifa þá var ég bara svona, ég var að bíða og bara sveitt inn í sal og maður langaði bara aðeins að fara út komast út í súrefnið en ég ætla, þú veist, auðvitað, ég er mættur auðvitað ætla bara að horfa atriði, skilju, svo bara á þeim tímpúti var maður bara Jesús maður var, þú veist, en eftirhyggja finnst mér þetta ókvæslega fyndið sko en þú veist já, en mér langar eiginlega sko velta einu fyrir mér Oddur, sko, með þér fyrstu við erum hérna að þú veist þetta við glöggir hlustendur taka eflust eftir að við erum búin að vera að fara svolítið, við erum svona eiginlega svolítið að koma skoðunum okkar að fara fyrir myndina og mér finnst eins og skoðun okkar sé að mótast í rauninni eftir því sem við erum að spjalla eins meira hana sko. mér persónulega finnst ég er að fara að kunna meta myndina betur eftir að hafa verið að ræða þess hana núna sko. Svona kjarna svolítið hugsanir mínar hana sko. Ég meina, þú veist, ég sé margt gott í og maður sá alveg margt gott í strax með persónusköpunin geggjuð og leikaravalið bara fullkomið, þú veist, og samtölin mjög vel skrifuð, þú veist, og bara almennt það plottið er svona ég myndi segja kannski þú veist, ég skil
að plotti eins og það og mér finnst það eiginlega bara gott en á Já. sama tíma Ég veit ekki hvað hann hefði átt að gera betur sko. já, ég rauninni, þú veist, Eina sem ég get sagt bara einmitt að þú veist, mér líður, sorry ég ætla ekki að grípa fram við þér bara mér líður svona eins og, já, þú veist, jú, allt í lagi bara fínt já, ég meina, og það var vel útfært en það svona, á sama tíma svolítið svona, þú veist, í þinnra læginu kannski en allt annað bara mjög vel útfært sko, og heilt yfir var þetta alveg góð mynd og ég meina, þú nefnir þetta, þú veist, vill maður sjá hann aftur eða ekki þú veist, ég hef alveg ég bara tala fyrir sjálf mig almennt nenni ég ekki að horfa á sömu mynd oftar en einu sinni og það eru fáar myndir sem eru undantekningar sko en Langaði að sjá þessa mynd aftur sko ekki núna en ég sé alveg fyrir mér að eftir nokkra mánuði eða þú veist árið eitthvað ég myndi örugglega vilja sjá hann aftur sko bara veist, heima hjá mér í svona og ég meina ef hún tekst að púsla til en sko eitt líka í þessu sko veistu hvernig ef við ræðum núna bara einmitt hvað DC the DC Universe hvert planið, þú veist, James Gunn getur ekki fara að sko leikstýra öllum myndunum Nei, en hann verður svona Kevin Feige sko, þar sem hann verður svolítið með puttana í öllu sem gerist en leifir og náttúrulega er með svona hann er með svona öðruvísi verkla heldur en í Marvel þú veist, þessi Marvel er bara, heyrðu, við erum búin að ákveða fyrirfram bara á næstu 10 árum, það verður svona mynd þessa karakter og þessa hérna en svo er það samt alltaf að hætta við ég veit það, en samt svo bara hvað, heyrðu já þú veist, við erum að fara að gera þessa mynd eftir svona korter, erum við komið 100 eða þú veist, bara svona shit þú veist, en byrjum bara að taka myndinu upp og við bara búum til 100 eitthvað svona versus að það er alveg greinlega það er svona ákveðin tótslegin í þessum nýja DC heimi að þau, þú veist, mynd fær ekki grænt ljós fyrir það komið gott handrit En nú ætla ég að spyrja þig Geir einmitt, ok, framtíðin þá vantarlega Batman vantarlegur hvað, þú veist Wonder Woman, aftur, skilur þú veist, allar þessar personur sem við þekkjum hvað getur komið hérna The Martian og Marsbúan og allt þetta Já, ég meina við erum líka samt, en ég meina það myndir sem eru næstar á dagskrá eru líka sko suma hverjir, nú manni bara því mér ekki alveg hvað heita allar sko, en það er alveg myndir sem eru núna bara komnar í framleiðslu sem eru bara, maður er bara eitthvað hvað persóna er þetta? Já, það er eitthvað mjög random myndir ekki Ég meina út af því að þetta er líka útverklega er bara þetta, það er bara þau eru bara að fá handrit og svo bara þetta handrit tilbúið þetta fjallar hérna, þú veist bla mann hérna og einhverju, þú veist gammalli myndisögu, bara geggjað gerum það, bara ok En það sem ég ætla að spyrja ekki er þetta ekki í rauninni bara þú veist, þetta er bara Marvel skilur, það er bara búið að Marvel væða Superman og svo muni Marvel væða Batman er þetta ekki Marvel væðing? Eða, þú veist, ég bara spyr, þú veist, er ekki það er basically bara búið að gera næst léttara, búið að gera fleiri hetjur þetta er bara skemmtilegt, fólk er með brandara, fólk segir brandara, fólk er létt Ég meina það var, þú veist Er þetta ekki bara alveg sem Marvel? Fyrri DC heimurinn var náttúrulega mjög, þú veist, þau voru greinlega meðvita að reyna að skera sig úr Marvel, að reyna að gera, þú veist, eitthvað sem er ekki með Marvel tón en maður heyri það alveg, þú veist, á viðtölum við James Gunn og svona, þú veist að þau alltaf mjög meðvita að reyna að hafa fjölbreytni í sínum myndum þessi myndir auðvitað svolítið svona quirky og fyndin og létt og skemmtilega en líka djúp og og myrk og svona en þú veist, svo kemur næsta mynd og hún á, þú veist markmiði hjá þeim er að vera með alls konar tóna í mismundi myndum þú veist, og svo kemur næsta mynd og hún síðan alltaf mjög myrk og það er engin brandar í henni þannig að ég hef trú á því að þetta verði svona það er basically svona organized chaos Já, ég held að það sé bara fínt í staðans að ákveða bara fyrirfram það er svona tónn hjá okkur, þú veist, að við erum með þú veist já, þú veist, við þurfum alltaf að hafa x marga brandara eða eitthvað, ég held að og ég vona að þau og mér sýnistu allavega stefni þátt að vera með bara svona alls konar tóna og alls konar mismandi myndir og hvað minnst þér þáttur? Heldur það sé eitthvað sem að ég meina, why not sko. Það er algjörlega rétt og ég var líka bara svona að vera smá devil's advocate þegar þú veist, mér finnst þessi myndi vera mjög svona James-Gunn-leg sem þýðir hún er bara eins og Guardians of the Galaxy skilur ég meina við erum náttúrulega búin að gleyma það hann var náttúrulega búin að gera Suicide Squad sem að var gegn ég fílaði hana ekkit eðlilega mikið það er að segja seinni og er að mörgu leiti ástæðan fyrir okkur hann er í þessari stöðu sem hann er núna akkurat hún tókst að gera dísilinn sem var bara fárónlega ég var búin að gleyma því að Suicide sko, þá eru ekki að tala hvað ég man ekki hvort það var auðvitað eða eitthvað The Suicide Squad versus Suicide Squad þetta var því, já þetta var því, já, einmitt en áttu eitthvað uppáhaldsatrið í Superman myndinni núna, eitthvað sem mannst eftir
það fyrsta sem kemur upp í hugan er þegar kemur í ljósa aparnir eru á bakvið þessi niðrandi ummælum Superman og það er dásamlegt við vitum, þú veist, þetta er líka svo, þetta speiklar svo mikið veruleikann okkar, við vitum alveg að, þú veist, allt í einu er bara Twitter sem heitir núna X, er náttúrulega bara einhver svona nasista vettvangur, þú veist, fyrir umulega skoðanir og svo er bara, þú veist, við vitum að margt þessu eru bara einhverju rússneskir bottar og ég elska að þetta er bara svona svar við því og ég meina eins og við vorum aðeins að koma inn á áðan, ég meina þú veist, það er þessi myndir og svona mikið að reyna að spegla pólitískan veruleika okkar, þú veist, ég meina þar sem að þessar tvær þjóðir eru að endurspegla, þú veist, ein þjóðin endurspeglar annars vegar Ísrael og Rússland og hinn er Palestína / Úkraína, sko, ég meina mér finnst það bara aðdónavert og frábært að bara hann fer allega inn í þetta, bara sýnir þetta og ég meina Hvað myndi Superman gera? Ég meina, þú veist, núna ég meina, þegar við erum að taka hann þátt upp, þá náttúrulega búum við ákveðnu, það er bara ákveðin, bara pólitísk ókyrrða í þessi stað í heiminum og ég meina, það eru bara aukin átök og vestræn ríki eru farin í stríð og þetta er alveg frekar svona ókveikiti tími sem við upplifa og ég meina, á tímum sem þessum, maður hugsa með sér, hvað, þú veist, við þurfum svolítið að hugsa svona eitthvað, hvað saminur okkur og fá, þú veist, það að fá okkur æðislega tákmynd eins og Superman fyrir friði og réttlæti í heiminum, þú veist, hljómar bara ekkert rosalega illa fyrir mér það er alveg rétt og ég er sammála, ég er alveg, þetta er klálega svona mynd sko sem að sprettir upp úr þeim jarðveg sem er heimurinn akkurat núna Geir, við erum búin að tala í 51 mínútur, miklu lengur, ég ætlaði að halda þér inn í max hálftíma sko. Alltaf gaman að tala um svona nördilega hluti sko. Alltaf grínast þetta minni mig á einmitt manstu þegar þú ég ætla nú að fara að sleppa þér sko, en bara fyrir hlustendur sem að hefðu nú gaman af þessu þá náttúrulega sko fyrsti tveir tóknum þátturinn sem að þú mættir í að þegar nú er þetta ég held að alveg örglega þetta sé 170 þátturinn sem við erum að gera akkurat núna en þú mættir þátt 22 þar sem við tölum um The Marvels nýjasta leið og óvinsælasta mynd Marvel myndasagnabalsins tekin fyrir Akkurat. Ég og þú tókum þetta fyrir 23. nóvember 2023 Jesus Christ og ég man mér eftir því ég meina við fórum saman á þá mynd og mér finnst hún ef ég má eins bara ræða það svolítið ekki endilega myndina sjálfa en sko þegar sú mynd kemur út þá er svona fólk fara að finna fyrir ákveðinu svona Marvel ofurhetju lagða svona er ekki að nenna þessu þú veist, meina, mér fannst þú veist The Marvels bara fín mynd þú veist, en hún átti alls ekki atriði skilið sem hún fekk og ég meina hún fekk svona, svolítið svona anti-woke hatur á sig og þú veist og ég meina við náttúrulega nýlegt dæmi líka bara Thunderbolts sem er bara mjög góð mynd bara fárálega vel hefnuð en bara, þá nefndi ekki að sjá hana þú veist og núna er bara Fantastic Four á leiðinni eftir nokkru vikur það verður vantilega einhver þáttur hér og aldrei að vita, ég held að Tóti sé alveg að fara að koma tilbaka á frí ég veit ekki alveg hann er búin að vera hvað 8 mánuði í frí, mér líður þannig það er mjög langt sumarfrí sko. sem betur fyrir, hann á það skil sko. og sé mannin er sko vel Geir Finnsson ef ég ætti að snúða upp að hendina þér 0 upp í 5 stjörnur á Superman, hvað myndir ekki henni? Sko ég er með engun í huga sko sem er frá 10 ég bara sem framhaldsskólakennari þá elska ég engunir sko sem segir bara margt mig held ég en þá er myndin 7,5 af 10 fyrir mér 7,5 hún var sko, þegar ég segi þetta upp hún var það þegar ég sá hana sko. en ég er búin að vera að melta hana svolítið bara núna með þér núna og eins að hugsa betur hana og mér finnst hún eiginlega betri sko. ég held að hún er í engunin er í rauntíma hækka áttur þú ert líka ekki búin að hún er komin í 8 þetta er komin í 8 af 10 sko. Áninsleppur, þú er náttúrulega ekki búin að segja okkur frá því að aðleikarnir Nicholas Hoult og Gæðins leikur Superman eru Smallville aðdæmdur en nákvæmlega sko, það er sko Michael Rosenbaum sem að Lex Luthor í Smallville þáttunum hann er með þess að geggja hlaðvarp sem ég hvet hlustendur til að hlusta á þegar þau bíða eftir næsta 2 á toppnum þætti sko, það er gott að hlusta á hlaðvarpinans Michael Rosenbaum sem að Inside You eitthvað, þetta er hræðilegt nafn en það sem hann bara, þú veist, hann er bara með hlaðvarp og er með alls konar gesti og spjall við það og fekk til dæmis Nicholas Hoult sem að er nýji Lex Luthor fekk hann til sín í sett þegar hann var að fara að byrja að taka upp Superman
og þá kemur á daginn að Nicholas bara, hann ólst upp við Smallville sko, hann er bara eins og við gæin aldrei okkur, ég meina hann er bara okkar kynslu og bara elst upp að horfa á Smallville og það, þú veist, og hans Lex Luthor Michael Rosenbaum og bara og þannig að, þú veist, það var gaman svona að sjá þú veist, og maður sér það líka svolítið, þú veist, ég meina mjögst hann standa sig rosalega vel í myndinni sko. Hann faglega góður það var gaman þegar Krypto tók hann og leta hann fá það óþvið mér fannst það geggjað sko. Og mér fannst líka, mér fannst hann greinilega að draga innblástur af Smallville sko. Og myndin gerði með að James Gunn líka Smallville aðdáandi og hann hefur líka komið í setti á Michael Rosenbaum og fjalla þetta og maður sér alveg að það alveg svona, maður sér í meira mæli þarna heldur en öðrum Superman myndum að það alveg svona Smallville innblástur í þessu og ef maður nefnir eins og þú veist í Smallville þáttunum þá náttúrulega þá erum við ekki með LexCorp heldur Luthor Corp en það náttúrulega Lex Luthor ungur og þá náttúrulega pappans yfir fyrirtækinu og það myndi að heita Luthor Corp og við sjáum að þetta heitir með Luthor Corp í þessari mynd og hann bendir á sjálfur hann James Gunn sko, ég mein nördanögget árinu kvöðum James Gunn og Zack Snyder leku sjálf og sig í nýjasta Rick and Morty þættinu. Ég sá það það sem við grínuðist með þetta það var gaman ég man ekki meira sko ég held að vera að refa þetta svo man ég ekkert hvað gerist það var gott og ég held að sko ég veit við erum að tala um endan af þáttin við erum aðeins að byrja hana sko ég verða þú veist þetta snertir á mjög mikilvægt umræðefni þessa mynd og það það sko að aðdándur Zack Snyder eru náttúrulega búin að vera gjörsamlega brjálaðir frá því að James Gunn tók við sko þau hata allt í þennan nýja heim og nýja Superman þess að þau eru bara böttört yfir því að fá ekki að klára Snyder rössið sko setja meiri í slow-mo ég segi það, þau elska þetta og bara Guð blessi þau, bara flott hjá þeim en þú veist, og svo bara hata þau að myndin sem fá góða dóma og fólk dýrkita og svona en þú veist, þessir aðdándur halda að vera að bera saman einhvern veginn að reyna að sína nei, sko, hinn Superman var miklu betri og þú veist og frekar hann einhvern veginn og maður bara, þú veist, og þá bara það elur af sér ákveðin samanburð, þú veist, ég meina nú er fólk alltaf að bera saman þennan Superman mót hinn minn, og ég veist bara eins og þessi og gæðin sem var á undan bara, mér veist þeir báðir mjög góðir og það er bara nóg, þú veist, en gott hjá Rick and Morty að gefa hana þátt út, sko bara rétt fyrir frumsýningu myndarinnar þannig að þetta svona sýnir, þú veist Zack Snyder og James Gunn, þú veist, það er búið einhvern veginn bara, þú veist, interneti er búið að reyna, þú veist, að einhvern veginn láta að teikna upp þá mynd að þeir séu bara algjör óvinir og þeir standi fyrir bara sikkur á hlutinu og svo eru þeir bara fínu félag ég er bara að Zack Snyder sé bara mest nice guy Hollywood geðveikt nice guy sko. Ég bara risa ljós og hann ef þetta copyright bara ljós og hann og bara geðveikt sko. Geir Finnsson sérfræðingur í gerðugrænt og ensku kennari takk fyrir komuna bara takk fyrir að fá mig og bara er það ekki ég ætla að vera já ég er þakkláttur segjum það bara kæri hlustundur, takk fyrir að hlusta ég minn ykkur á að við erum með Facebook-hóp sem heitir Toffólk endilega sæki aðgang þar ef þið hafi ekki nú þegar gert það, líflegar umræður allt á milli rosalega umræður sko, mæli með og hver veit, kannski í næstu viku að verður Tóti komin aftur ég er nú búin að vera að hóta Squid Game 3 þætti og hann er á leiðinni engar ákvæður því þar til næst